Það virðist vera svona motto hérna í fyrirlestrum að koma fram með upplýsingar á skiljanlegu formi, útskýra flókna hluti á einföldu formi og ég hugsa, jæja, gerum eitthvað annað. Allavega, ég ætla aðeins að fá að tala svona gæði hagkerfis og öðrum forsendum með framleiðni. Ég vinn hjá Hagstofu Íslands. Hagstofa Íslands tölfræðistofnun. Við gefum út alls konar tölur. Við erum ekki eftirlitsaðilar eða fagaðilar. Við erum ekki hagsmunaaðilar. Við erum bara í raun að taka saman tölur og sem að lýsa á einhvern hátt því sem að hagkerfi og þjóðfélagi gerir. Stór hluti af því sem við erum að gera unnið samkvæmt reglum og ábendingum eða undir svona reglustiku Evrópusambandsins, það svo Evrópsku hagstofunnar. Þetta á meðal annars við hagvöxt og framleiðni og aðra lykiltölur sem að lýsa í rauninni hvernig stendur þjóðarbúið sig. Í þessu umhverfi komin áhugi á því að fara umfram, eins og minnst á hérna áðan, takk fyrir, að lýsa hagkerfinu, að lýsa velferð hagkerfisins á öðrum forsendum en að nota bara peninga og framleiðslu. Það að segja að líta á umhverfistölfræði eða umhverfistölur sem hluta af því sem við erum. Þetta gert með því, eins og Eurostat gerir, mjög einfaldan hátt að skilgreina 6 mismunandi, komnu 6, þeim fer fjölgandi, reikninga. Hérna ég með 6 kassa, 3 af þeim eru bláir og þetta eru þeir reikningar sem eru í rauninni að lýsa efnisflæði og orkuflæði, hvernig hagkerfið að taka inn og nýta efni. Síðan eru 3 grænir hérna sem í rauninni fjármála og fjárfestingarnir og skattarnir sem eru lagðir út af umhverfismálum. Við erum að vinna þessa reikninga og erum að gefa það út. Reikningurinn sem ég ætla að tala í dag þessi losung frá hagkerfi, það sé AEA-reikningur. En í raun og veru eru allir þessir 6 reikningar, þeir eru tengdir við tröllið okkar, það að segja þjóðhagsreikninga. Þjóðhagsreikningar eru gríðarlegt magn af upplýsingum sem deilir þjóðfélaginu eða hagkerfinu niður í ákveðna flokka sem eru atvinnugreinar eða framkvæmdagreinar og umhverfisreikningarnir tengjast inn á þessar greinar. Og þetta gert með ákveðin ástæðu. Ef þú veist hvaða grein að losa eða nota efni, þá getur þú tengt þær upplýsingar við framleiðni, fjölda starfandi, fjárfestingar, skattbyrði og annars slíkt. Þú getur tengt þetta allt saman og þá ertu ekki bara með einhverja tölu sem segir sem þú þarft einhvern veginn áttaði á þetta koma frá Íslandi, hvað innan Íslands og framvegis. Við erum búin að tengja þetta við lýsinguna sem við eigum sameiginlega hagkerfið og það sama reglustika eins og í öllum hagkerfum í Evrópu. Nú, hérna losunarbókhaldið. Ég búin að uppfæra þetta aðeins. Hér sjáum við, þetta lítur aðeins öðruvísi út heldur en losunarbókhald Íslands. Losunarbókhald Íslands sýndi hámark árið 2007. Við sjáum það 2007-2008. Hrunið okkar þarna lítið blip. Hagkerfið tekur síðan stórt stökk og við eigum hérna eitt ferðasumar 2018. Þetta ár túrismann, 2,5 milljón túrista komið til Íslands. Greinilega þetta öðruvísi mynd heldur en sýnd í loftslagsbókhald Íslands. Þetta að því að hérna verið að blanda inn eða verið að taka saman tölur sem tengjast því hvað hagkerfið að gera, hvað hagkerfið að losa. Ég líti á þetta sem svo, þetta eru nákvæmlega sömu tölur eins og NIR-bókhaldið eða þessi loftslagsbókhald Íslands. Við erum bara að horfa út annan glugga. Okay? Í loftslagsbókhaldi Íslands þá tekið allt sem gerist á Íslandi, allt sem Íslendingar gera á Íslandi, hvað landið sjálft að gera og hvað túristar og erlendir aðilar að gera á Íslandi. Í loftslagsbókhaldi hagkerfisins þá litið á hvað íslensk fyrirtæki að gera. Það að segja sama hvar við erum og merkilegt nokk þá telst landið ekki vera hluti á hagkerfinu. Hagkerfið byggt á landinu og þau drögum efni frá landinu inn í hagkerfið en landið ekki hagkerfið. Þess vegna dettur LULUCF út og tölurnar allt öðru vísi. Við sjáum líka að hérna fáum við allan flutning, allt flug, millilandasamskipti svo lengi sem að Íslendingar að framkvæma þau. Jafnvel þó við séum að flytja vopn milli Tyrklands og Sádi-Arabíu, það tilheyrir íslensku hagkerfi. Þannig að það kemur inn hérna líka. Annað sem gerist að aðgerðaflokkunin
sem var talað hérna þessi 7 aðgerðaflokkar eða það sem í loftslagsbókhaldinu, það aðeins öðruvísi en hagkerfisbókhaldið. Við erum með til dæmis útreiknað losun vegna fiskveiða á Íslandi í íslenska loftslagsbókhaldinu. Nú það náttúrulega gerist líka, það eitt hluti af hagkerfinu sem sér fiskveiðar. Það hins vegar, við deilum það kerfi kaupir sumt að sínu aðstöðu erlendis, það kemur inn og stundum eru erlendir aðilar sem eru að veiða við Ísland, það dettur út. Vegasamgöngur, þær dreifast í raun og veru á alla flokka í hagkerfinu. Þetta ekki einn hluti hjá okkur, heldur eru öll fyrirtæki sem eiga og reka bíla og heimili fá hluta af losun vegna vegasamgangna. Þetta svolítið svona púsluspil. Ég ætla að nota tækifæri núna, þessar 2 mínútur sem ég hef eftir, til að fara í gegnum svona 2 dæmi sem vil sýna ykkur hvernig hægt að nota þetta loftslagsbókhald til þess að einmitt gera það sem við okkur langar til að gera, það að meta hagkerfi á öðrum forsendum heldur í GDP. Hérna kemur tröllið mitt og ég ætla að taka svona 1 hlut af því. Hérna sjáum við losun frá flokki A03 sem eru fiskveiðifyrirtæki. Fyrirtæki sem eiga og reka fiskibáta, þessum báta. Við sjáum að losunin hefur farið minnkandi með árunum. Við eigum aðra tölur sem er framleiðsluvirði fiskveiðifyrirtæki. Hefur verið að aukast. Þegar kemur þarna A03 fiskveiðar, þá þetta nákvæmlega sömu fyrirtæki og sömu tæki eins og losunum var reiknuð út fyrir. Þannig að við getum tekið í raun og veru hlutfallið á milli þess að tveggja talna og fengið hvert í rauninni framleiðsluvirði per losað kílótonn. Hérna erum við búin að taka virðið og bera það á móti hversu mikið vorum við að losa. Og ef að þessi lína fer upp, þá þýðir það annarkvort að við erum að auka virði eða draga úr losun eða bæði. Ef línan færi niður, þá eitthvað að gerast, þá annarkvort að segja hagkvæmni rekstursins ekki nógu góður í umhverfissjónarmiði. Hérna ætla að taka annað dæmi. Hér losun vegna aksturs heimilisbifreiða. Línuritið fer ekki niður í 0, það fer niður í 500. Við sjáum hérna fyrir aðeins upp og niður og síðan COVID-árið það dettur að niður hérna. Við gefum líka út hversu margir bílar í rekstri heimila. Þannig ég get tekið losun per heimilisbíl. Það voru ekki að tala trukka eins og nema heimilin eigi trukkana. Hér sjáum við að losunin svona í kringum 3 tonn per ökutæki og síðan hérna 2020 þá dettur tala niður. Hluta til, við getum annarkvort verið að því við erum að draga úr akstri eða þá erum við að fá nýja bíla sem losa minna. Það eru forvitnilegt að sjá hvernig þessi tala breytist. Hérna erum við með tiltölulega einfalda, við erum með mælingu á losun og við erum komið með eitthvað sem er borið saman við þetta. Svona til gamans, svona viðmiðun í Bandaríkjunum 4 tonn á bíl. Það sem að Evrópusambandið vill ná 1,2 tonn á bíl. Þannig að við erum kannski á leiðinni þangað. En til að loka, við erum í rauninni að gefa út sömu tölur. Við erum bara að horfa út annan glugga og það að gera að nota þessar tölur til þess að skilja umhverfismálin. Takk fyrir.